Já, velkomin að samstöðuna í hádeginu á sunnudegi. Þá höfum við þáttinn Synir Egils, vanalega heilsar bróðir minn ykkur úr þessum sæti. En við ætlum að skipta þættinum í tvö hólf í dag, enda 3. Hérna á eftir þá kemur Sigurjón og ræðir við Pavel Bartosek og Guðlaug Þór Þórðarsson ESB. Ég reikna með að þeir séu á öndvörðum eyði eins og sagt er. Og svo í lokin ætlum við bræðurnir að fara aðeins yfir stöðuna í pólitíkinni. En við ætlum að byrja hérna á því sem við kallum vettvang dagsins, sem að verður kannski meira og minna Evrópusambandið. Og hérna eru 3 prófessorar og Þóra Kristín. Eiríkur Bergmann er prófessor í stjórnmálafræði. Þóra Kristín Áskilsdóttir ættir að vera prófessor í blaðamennsku við Háskólann, en því miður það ekki ennþá orðið þannig. Sigrún Ólafsdóttir, prófessor í félagsfræði, og Eva H. Önnudóttir, prófessor í stjórnmálafræði. Hérna, ég fylgir svolítið með ESB umræðinni og mér finnst hún skemmtileg. Já. Ég tek enga þátt í henni, en mér finnst hérna raunverulega allt undir í íslensku samfélagi í þessari umræðu. Og þetta er bara svona einn þykkasta umræða sem ég hef orðið vitni að. Já. Hef ég rangt fyrir mér, Eiríkur? Ég veit það ekki, sko. Hún er kannski misskemmtileg, skulum við segja. Það er náttúrulega mikið rangfærslu líka, en síðan er þetta náttúrulega ansið við að mikið stjórnmálafræði námskeið. Þjóðin er boðið upp á hvað þetta apparat er og hvað það sé þá ekki og hvaða málið það skiptir og svo framvegis. En þetta er líka ansið sundrandi umræða. Er það bara. Þjóðaratkvæðagreiðslur er í eðli sínu sundrandi fyrirbæri. Og þetta er svona mál sem að stjórnmálin hafa ekkert náða útkljá og það er sendt svona út með þessum hætti og þannig að... En samt er eitt af þess að kom mér einna mest ávart var skoðanakönnun sem sýndi það að 85% af þeim sem að styðja ríkisstjórnarflokkana ætla að segja já og 85% af þeim sem styðja stjórnarflokka ætla að segja já. Þannig að þetta er ekki sundrandi, ég held alltaf að þetta myndi kljúfa flokkana. Já, nei, þetta klífur þá ekki mikið, sko, og síðan er alltaf spurningum eftirleikin, en sko oft er það þannig og iðurlega raunar að sko þjóðaratkvæðagreiðslur fara að snúast eitthvað annað en bara málefnið sem að lagt er fyrir fólk. Fara að snúast stjórnvöld, hver afstæðan er til þeirra. Þannig að þetta er líka, ég get alveg tekið undir það, margt bara mjög skemmtilegt og mjög gagnlegt í þessu, en þetta er líka erfið og þung og flókin. En er ekki þjóðin bara klofin í Íslendingar hafa bara ekki hundsut það hvort þeir vilja gangi í Evrópusambandið ekki. Við bara vitum ekkert það. Við höfum bara verið stigið bara hérna í sikkot fótinn hvað þetta varðar. Ég man eftir skoðanakönnunum þar sem að 90% Íslendinga vildu sækja aðild að Evrópusambandinu og niður í 10% og allt þar á milli. Og nú er hún bara klofin alveg tvemt. Við bara vitum ekki hvað við viljum í þessum málum. Við hefum bara ekki gert það í 30 ár. Já, það er eins og stjórnmálafræði prófessorinn sagði í viðtalinsinu. Það er sumir munu segja já og sumir munu segja nei. Já. Það er ágætis svar. Þóra Kristín, hérna ef við tökum umræðina. Þannig að fjölmiðla umhverfið er svolítið öðruvísi núna heldur en kannski bara fyrir 2 árum eða 4 árum. Ég hef verið að reyna bara, satt að segja, hef ég leitt þetta svolítið hjá mér, þessa umræði. Og þarna, þetta hefur ekki alveg höfðað til mín. Ég hef ekki verið sérstaklega heit í málinu svona framanna. En ég verð að segja það, eftir því sem umræðinu vindur fram og þess að óp og óljóð í svona sérhagsmunaöflum á Íslandi færast í aukana, þá sækir svo hugsun meira að mér að þarna við verðum að fá að sjá í rauninni hvað er í boði. Ég meina hvað er verið að meina okkur, hvað er svona hættulegt við að íslenska þjóðin fá að vita hvað er þarna. Hinum megin, ég held að sko gjaldmiðlakreppan sem er uppi á Íslandi, verðbólgan og kjör ungs fólks kalla á það að við horfum á allt sem við getum gert og við gerum allt sem við getum gert til þess að greiða götu þessa fólks og til þess að laga íslenskt samfélag. Þannig að auðvitað viljum við vita hvað er þarna bakvið og við viljum ekki, af því þú veist að tala fjölmiðla, þegar við horfum á hvernig sko Morgunblaðinu hefur skipulega verið misbeitt í þessari umræðu
og það nú það sem maður kannski reynir svolítið að leiða hjá sér. Ég hef svolítið reynt að leiða það hjá mér. Ég hef ekki verið að lesa Morgunblaðið eða horfa á netsjónvarp Morgunblaðsins af því að mér finnst þetta leiðin, mér finnst þessi misbeiting á fjölmiðlum, mér finnst allt annað að vera með sko bæjas umræðu. Mér finnst í rauninni allt í lagi þó að Morgunblaðið sem slíkt taki afstöðu í þessari umræðu og reki, en Morgunblaðið hefur beinlínis verið að sko halda ósannindum að fólki og hefur dregið sko blaðamennsku niður á alveg ótrúlega lágt plan. Það var hluti af fréttunum eins og var í gær að það sem voru 3 prófessor í lögfræði við Háskólann í Reykjavík að benda á að það hafi verið rangt eftir sér haft eða röng túlkun á. Ég verð að segja það, ég verð fyrir ótrúlegum vonbrigðum með íslenska þjóð ef hún lætur þetta yfir sig ganga. Nú bara segjum við já og fáum úr þessu skorið hvað þarna og við tökum upplýsta afstöðu. Við þurfum að taka upplýsta afstöðu. Það náttúrulega mörg að hyggja, alveg eins og Eiríkur Bergmann, þá hef ég ekki hugmyndum hvort við eigum að ganga í Evrópusambandið eða ekki, en við þurfum augljóslega að fá upplýsingar til að geta tekið afstöðu. Þetta mál sem varðar efnahagsmál, þetta varðar auðlindirnar okkar, við þurfum að passa upp á auðlindirnar okkar og matvælaöryggi, við þurfum að passa upp á mat, en við þurfum líka að passa upp á komandi kynslóðir, við þurfum að passa upp á að sérhagsmuna öfl á Íslandi læs okkur ekki föst inn í einhverju fortíð til þess að viðhalda sínum forréttindum. Það er fólk sem heldur næstu í sömu ræðu og segir að það er bara mjög mikilvægt að við læsumst ekki inn í Evrópu og Já, það er ekki sama ræða, Smári. Fólk sem ætlar að segja nei, ég ætla líka að kjósa fyrir komandi kynslóðir. Það er ekki sama ræða. Það getur vel verið að þeir tæli sig verið að kjósa fyrir komandi kynslóðir, en það er ekki á sömu forsendum. Og það hefur komið mér svolítið á óvart verði að segja hvað vinstrið einhvern veginn hefur hlaupið í vörn fyrir þessa sérhagsmuni. Og það er þetta svona ítrasta vinstri að það sé komið í sko baráttur sem er meira að minna kostuð af samherja og útgerðan mafíunni, líkum við að segja, á Íslandi til þess að hræða fólk frá því að fá að sjá hvað gæti mögulega verið í boði í slíku samningum. Þú getur aldrei kosið það sama á Þorsteinn Már. Ég myndi bara ekki mínir hagsmunir og Þorsteins Más og hagsmunir minna barna og Þorsteins Más eru ekki hinu sömu. Og geta aldrei farið saman? Nei, ég hugsa ekki að þeir farið saman, ekki í þessu máli. Og það er margt annað, það eru margar aðrar auðlindir undir á Íslandi en sko sjávarútvegsmálin. Þó að sjávarútvegsmálin séu vissulega mikilvæg og við þurfum að skoða það, þá eru margar aðrar auðlindir undir og við þurfum auðvitað að fá öllum sem spurningu svarað. Og ég er ekkit ósamála, skilur, það getur vel verið að við Þorsteinn Már myndum komast að sko sömu niðurstöðu in the long run, en það verður á mjög ólíkum forsendum. Og mér finnst líka að sko vinstrið sem hefur tekið þessa afstöðu, sem sagt forystu fólk úr ríkisstjórninni eftir hrun, sem að tók þá ákvörðun að fara með okkur út í aðildarviðræður við Evrópusambandið án þess að spyrja þjóðina fyrst. Mér finnst mjög einkennilegt að þau skuli ganga fram fyrir skjöldu núna og segja og hvetja fólk til að segja nei, af því að það megi ekki sjá hvað í boði, það megi ekki ljúka þessum viðræðum sem það tók þátt í að hefja án þess að spyrja. Er ekki eitthvað skrítið við það? Ég veit ekki. Herðu Sigrún, að ég var að segja að það verið sko sama ræðan en sikkur niðurstaðan, að þá er þetta er umverulega mín tilfinning, að ég er búin að vera að tala við svona einn í einu bæði jáar og neyjara og sumuleyti finnst mér sko kannski 70% af því sem fólk er að segja er það sama. Það er að lýsa breytingum í heiminum og þess vegna kallið á einhverja endurskoðun og þess vegna eigum við að fara í Evrópusambandið eða þess vegna eigum við ekki að fara í Evrópusambandið. Það kemur yfir bara síðasta setningi sem er öðruvísi. Það getur líka verið breytingar í efnahagsmálum, meiri tollar, minni alþjóðavæðing, þess vegna eigum við að vera fyrir utan, þess vegna eigum við að vera innan. Hvað heldur að ráðið í helst, hvað fólk velur já eða nei? Þegar mér stundum eins og þetta sé óorðað eitthvað svæði sem að veldur því að fólk dettur öðru hvorum megin. Já, mér finnst það er auðvitað hægt að velta fyrir sér mörgum af þessum hlutum sem hafa komið fram hér nú þegar eins og mér sér hagsmunina. Ég held að það sé eitthvað sem að við sjáum oft, en ég held í grunninn eru Íslendingar kannski meira sammála heldur en að við erum ósammála. En við förum, og mér finnst það kannski að við aukist að við erum svo mikið að fara í skotgrafirnar, að við erum bara á móti þessu og sjáum einhvern veginn hinhópin sem ákveðna óvinni, þeir viti ekki hvað er að tala og slíkt, en til dæmis eins og í könnunum sem við höfum verið að gera bara
málefni eins ólík og heilbrigðiskerfið, ójöfnuð, innflytjendur, þá sjáum við stóran hluta þjóðarinnar vera sammála. Ég held að það sé mjög hættulegt einhvern veginn að vera að kannski ætla einhverjum eitthvað illt með sinni afstöðu í þessu máli. Fólk að komast að sinni afstöðu út frá oft held ég persónulegum hagsmunum og mér við kannski heyra það meira en ég myndi vilja því að þetta virkilega mál þar sem við þurfum að vera að hugsa hagsmuni heildarinnar, við þurfum að hugsa hagsmuni Íslands í stóra samfélaginu og við þurfum að hugsa hagsmuni komandi kynslóða. Og mér finnst líka vera, og svona það sem ég kannski mest hugsi yfir og hef kannski verið hugsi yfir alveg síðan umræða Evrópusambandi byrjaði, af hverju óskopunum megum við ekki sjá samning og taka afstöðu til hans. Því að bara eins og Eiríkur sagði hér áðan, við vitum ekkert hvað við viljum, en hluta mér að við vitum ekkert hvað við viljum, meðal annars að því við höfum ekki upplýsingar hvernig þetta mun líta út. Þeir sem að segja nei, segja við, það bara óskhyggja að við erum að sækja í Evrópusambandinu og það veit allir hvað Evrópusambandið og ég ætla að segja nei takk. En hvernig þá til dæmis það talað aðlögunarferli? Við erum nú þegar með mjög stóran hluta af reglugjöfinni frá EES. Þannig að við erum með það besta, segir nei fólkið. Sleppum þessu versta. Við vitum ekki hvaða versta þetta. Við þurfum að sjá það í samning. Það á eftir að semja stór mál. Og ef að Evrópusambandið ætlaði virkilega að koma fram við okkur eins og kannski hörðustu neyðsynjarnir segja, þá myndi ég halda þjóðin myndi einfaldlega fella samningin í þjóðaratkvæðagreiðslu. Það sem skiptir mig máli og sem ég vil sjá eru gögn. Og kannski, ég held að báðar hliðar hafa sennilega stundum farið með einhvers konar röksemdafærslur þar sem að vantar gögn. En ég til dæmis, ég lít ekki á lönd eins og Þýskaland og Ítalíu og Spán sem ósjálfstæða, þau séu eitthvað ósjálfstæðari heldur en Ísland. Ég veit ekki land sem hefur mist allar sínar auðlindir. Og við erum ofta að segja alls konar hluti, til dæmis eins og af einhverjum ástæðan þá mér fundist koma sérlega mikið núna að fólk að heita 1 eða 2 Pólverja. Og þeir geta verið ýmist óskaplega ánægðir eða óskaplega óánægðir með Evrópusambandi og vilja vera í því eða fara úr því. Við erum líka með gögn til dæmis frá European Social Survey þar sem að spurt að ef það væri þjóðaratkvæðagreiðsla í þínu landi í dag, myndir vilja segja þið úr Evrópusambandinu eða vera áfram í því. Þar eru lönd eins og Írland, Spátn og Portúgal yfir 90% almenning segja að vilja vera áfram í Evrópusambandinu. Það fer niður í 65-67 þar sem læsta. Þetta eru gögn sem ég tek alvarlega. Ekki að einhver hitti einhvern Pólveri einhver staðar sem búin að missa allt sitt, sem að auðvitað ef hann búin að því út af Evrópusambandinu sorglegt, en það einstaklingsbundin skýring og við þurfum að horfa á þetta út frá heildinni. Menn hafa sótt svona var verið að dreifa daginn þar sem að Austurríkismaður skrifaði inn á Vísi og ég held að þessi 70% Austurríkismann ánæði með ESB. Já. En hann var tekið sem dæmi afstöðu Austurríkismanna, þannig að það svona ýmislegar aðferðir notaðar í umræðinni. En ég var mér finnst að þjóta sig gögn. Þá held ég að fólk sé ekki að taka, við getum alveg endalust delt inn gögnum og fleira. Eftir sem áður situr eitthvað svona tilfinning sem að fólk hefur, sem að ræður afstöðis. Þannig að þú kaupir ekki þessa tilfinningu mína að þetta sé næstu því óorðaður hlutur sem að veldur því eitt eftir jámein og annar neyminn og ég veit ekki alveg hvað það er. Eitt af því sem spilað á til dæmis hræðsla og við sjáum það núna á síðustu metrunum að það er verið að reyna að spila svolítið á ótta. Báðum megin, að endalausar myndir á Facebook af svona torfkofum og skítum nærbuxum sem þannig verði lífið að við fennum ekki Evrópusamband. En það er meira svona patronizing og svona sem að manni finnst hinhliðin og jáhliðin hafa gert sér seka að það er svona hroki en þessi hræðslu áróður frá hinhliðin er mjög athyglisverður. Já, það við missum auðlindir og hefur áhrif á hræðir fólk. Við sjáum það, ég veit ekki hvort að prófessorarnir geta sjálfsagt svarað því að mér fannst þess að það væri í byrjun að það væri eldra fólk jákvæðara fyrir ESB heldur en núna að það hafi breyst. Að núna sé hafi orðið stór breyting í þessum aldurshópi. Mér fannst þess að ég sagði það eitthvað tíma. Er það ekki bara ein könnun, maskínukönnun sem að mér fannst nú frekar ótrúverðu könnun? Þetta er bara, niðurbrótið bara orðið svo mikið í könnunni að þetta getur bara verið munur á milli kannana. Það vantar eiginlega svona stóra en allavega, mér fannst það athyglisvert hvað eldra fólk var jákvætt í byrjun. Það var í þessari maskínukönnun. Það er í rauninni samt ekkert, veit ekki alveg hvort að tölunar sem vorum að sjá hversu áræðanlegar þær eru. Ef að heiða þekki það er örugglega betur en ég en það er ekkert furðulegt við það að
eldra fólkið sé fylgjandi aðild að Evrópusambandinu. Þannig. Hverjir eru eldra fólkið á Íslandi? Það er bara hippakynslóðin. Jú. Þetta er Það er líka fólk sem þekkir verðbólgu og Já. þetta að eigin Og raun að lenda í. og það er fólk sem er svona og að þetta sé akkurat fólki sem sé tilbúið til að skipta skoðanir heldur ekki skrítið. Það er fólk sem er svona harðast í eigin sannfæringu en oft yngra fólk heldur en eldra sko. Þannig að það kemur mér ekki óvart að sjá þetta og mér finnst umræðan dálítið ganga út af það að eldra fólki hljóti að vera á móti en það er held ég gamaldags sín á eldra fólk. Já, en eldra fólkið hefur samt sem áður sýnt sig að vera meira gamaldags ef það er eitthvað að marka þessar sveiflur sem að Þannig er það til dæmis í Bretlandi. Þannig var það í Bretlandi, og alveg mjög afgerandi. Sko. Já, það var mjög afgerandi þar, en það geti hafa breyst líka þar. En það er önnur breyta í þessu. Það er það að eldra fólk er oft á tíðum meira bundið á klafaflokkana heldur en kannski þannig að nú eru flokkarnir að reka. Það sé að losna líka. Já, þetta er alltaf losna en það hefur samt sem áður verið og nú er verið að sko reka á básana, eru flokkarnir að reka fólkið á básana sína. Eva, Sigrún segir að Íslendingar séu meira og minna sammála allt. Innflytjendamál og heilbrigðismál og fleira. Svo kemur þetta mál og allt í einu birtist svona klofningur í þjóðinni. Og eins og ég að reyna svona að halda hérna fram að það var alveg sama hvaða upplýsingu dælir inn í þetta. Það breytir ekki svo miklu. Þetta er næstu því að þjóðin að taka á þessu eins og svona menningar pólitísku máli. Já, ég held að einmitt það sem Sigrún var að vitna til hérna áðan eins og til dæmis heilbrigðiskerfi er ágætisdæmi og ESB er líka ágætisdæmi. Það er að segja að við erum öll sammála að við viljum hafa gott og svona helst ríkisrekið heilbrigðiskerfi eins og það er núna. En svo er fólk ósammála í raun og leiðirna sem á að fara að því. Og þannig að þar greinir meira á milli heldur en sem sagt, þessi 90% sem eru sammála að hafa hvert við eigum stefna og svo erum við ósammála leiðirnar. En eitt varðandi þessa flokkapólitík sem við sjáum í umræðinu þjóðaratkvæðagreiðsluna í dag. Mér finnst það í raun og ekkert undarlegt vegna þess að við vitum að til dæmis úr íslensku kosningarannsókninni að þeir sem eru fylgjandi aðild að ESB þeir kjósa miklu frekar Samfylkingun og Viðreisn heldur en aðra flokka. Og líka VG og sósíalista og Pírata. Jafnvel þó svo það hafi ekki verið kosningamál í síðustu kosningum. Þannig að og svo þessar sveiflur sem við sjáum til dæmis í afstöðu eldra fólks til ESB þá held ég að það sé bara út af niðurbrotunni í könnunum. Þetta er alveg svo stór vikmörk að það segir kannski ekkit endilega til hver afstaða elsta aldurshópsins er. En nú man ég ekki alveg hver var spurningin þín uppálega? Sigrún segir að við séum meira og minna sammála. En þarna fáum við mál þar sem við erum alveg klofin og þetta minnir mann á svona menningarpólitísk mál eins og í Bandaríkjunum og víða. Brexit vannst á svona menningarpólitískum rökum. Ég held að það er að stilla þessu upp þannig að við erum sammála að við viljum hafa gott samfélag. Við erum sammála að við viljum að flestir hafi það sem best. Við erum sammála við viljum mála blokkina, við veitum ekki í hvaða lit. Já, en við erum ósammála leiðirnar. Og mér hefur til dæmis fundist áhugavert það sem komið hérna inn á áðan og þú vorst til dæmis að benda á að það er að vera að nota hluta til sömu rök með og móti. Og þetta er eitt af því sem að kallast ég veit ekki hvert íslenska hugtaki er yfir þetta en þetta fellur undir það sem kallast svona motivating reasoning. Það er að segja að þú hefur eitthvað ákveðna afstöðu, þú vilt fara skoða aðild eða ekki og tekur í raun og allar upplýsingar og notar þær upplýsingar til þess að réttlæta þá afstöðu sem að þú hefur fyrir. Það er það sem ég er að reyna, hvort þú getur ítt því í burtu og sé þá hvað veldur því að eitt segir já og annar nei. Já, en ég held að í raun og hvoru tveggja er alveg réttmæt leið til þess að taka ákvörðun og fólk kannski verður bara að horfast augu við það að við erum með ákvörðun svona fyrirfram gefnar skoðanir og það er ekkit óeðlilegt við það. Þetta er bara mjög skynsamleg leið til þess að reyna að taka ákvörðun og það er náttúrulega hlutverki í þjóðaratkvæðagreiðslu er í raun og veru að spyrja okkur og við komum með svar og svo
er annað líka í þessu sem að mér hefur fundist mjög áhugavert að sjá ef ég má aðeins greina umræðuna. Hvaða er í raun og ólíkt að hlusta á þegar verið að taka viðtölu í stjórnmálafólkið og svo þegar verið að taka viðtöl við forsvarsmenn já og nei hreyfinga eða fulltrúa já og nei hreyfinga. Og maður heyrir alveg munin á hversu í raun og veru þjálfað fólk er í að taka þátt í kosningabaráttu. Þetta er náttúrulega kosningabaráttu sem er í gangi núna. Og þannig að það er svona minni þjálfun í raun og veru hjá þeim sem eru forsvarsmenn þessara samtaka nú á alls ekkert við alla. Og annað sem hefur verið komið inn á í umræðinu sem að mér finnst mjög mikilvægt. Mér finnst mjög mikilvægt að leiða til lykta hversu mikinn pening þessi samtök eru að fá og manni sýnist það til dæmis á öllu að bæði áfram Ísland og svo já til að sé að fá meiri pening heldur en heimsinn og Evrópu samtökin sem voru fyrir. Og þetta bara skiptir gríðarlega miklu máli fyrir okkur í lýðræðissamfélagi að fá að vita vegna þess að það bara, er vita mál að það hversu miklu getur eitt í auglýsingar eða keypt ráðgjöf eða hvað það er sem er gert í kosningabaráttu að það getur haft áhrif, það getur hnikað til niðurstöðunum og það skiptir máli þegar þetta er svona nýfjamt. Og þetta er bara lýðræðismál að fá að vita í raun og veru að það sé gegnsætt hvaðan peningarnir eru að koma og hversu miklir þeir eru. Auglýsingar eru bara mjög veigamikill þáttur í kosningabaráttu. Ekki bara auglýsingar, þeir eru náttúrulega kosningar það sem að raunverulega ráðast á auglýsingatímanum eins og er ekki bara best að kjósa Framsókn. En Leirhreyfingin er náttúrulega með heilan fjölmiðil undir sem er Morgunblaðið. Sem enginn sér Jú, ég meina mbl.is er einn mest lesni fjölmiðil á Íslandi og ég meina hefur mikil áhrif. Og þetta hefur mikil áhrif. Gauti B. Eggertsson var að segja að hann lenti í Staksteinum og frétti af því viku seinna Já, ég held það er ekki á MBL eða ekki? Það er pappírsútgáfa Það sér eiginlega enginn mokkan og brendi Ég hef líka lent í Segðu Staksteinum Mími Kristjánssoni það sem ákvaða að birta greinina sín í Morgunblaðinu af hverju fólk gæti ekki að gangi í Evrópusambandið. Það fannst mér mjög skrítið. Ef maður reynir aðeins að ná utan þessa tilfinningu sem ég held að þú sitt að reyna að nefna að þetta sé eitthvað óorðað, þetta sé eitthvað svona kannski annað heldur en fremstur og eitthvað sem skiptir máli eins og þessi breskum konunum þeir eru ennþá að spila Brexit vegna þess að það er eiginlega besta tæki til þess að sjá hvernig landið liggur í breskum stjórnmálum. Ég held að þetta sé miklu tilvistarlegri spurning heldur en eiginlega bara allt annað í stjórnmálum, flest annað í það minnsta. Þetta er existentialist og svarið við þessari spurningu er ekkert að finna í einum skýslum eða einhverjum upplýsingum eða frekari gögnum eða eitthvað. Þetta er bara svona magatilfinning sem fólk hefur og til dæmis ef þú ert íslensku þjóðinni sinni þá hefur rök til þess að segja nei, við viljum ekki undirgangast erlent vald, við börðumst hér til sjálfstæðis gegnum með blóði, svita og tárum og öðluðum stað loksins við illan leik og urðum sjálfstæð og það er fráleitt að fara að undirgangast eitthvað erlent vanda og bara neita. En þú getur líka verið íslensku þjóðinni sinni og sagt, heyrðu, hér var bara barist fyrir fullveldi landsins með blóði, svita og tárum þar sem að við komumst undan erlendu valdi, illan leik og svo koma stjórnmálamennir sem að eftir eru og þeir neita að nota fullveldi sem við börðumst fyrir. Við láta það bara sitja hérna óhreyft. Við neitum að taka sæti við borði þar sem ákvarðanir eru teknar sem að okkur skiptir. Þetta er svik við sjálfstæðispartuna. Þannig að íslensku þjóðinni sinni, hann getur verið fylgjandi og andvígur Evrópusambandsaðild og það er nákvæmlega þetta sem hann nefnir. Það fyrir bara hvaðan velur svona innan úr sér. Þetta sé eins og öryggismál sem oft er svona tilvistarleg mál sem það sem að menn taka ákvörðum með maganum Ég held að þetta sé þar og til dæmis ef að þú flysjar utan af laugnum og þú spyrð fólk viltu gangi í Evrópusambandið og segja nei, af hverju ekki, já það er úti, við munum missa fiskinn og svona og svo spyrðu aftur, en heyrðu, ef við segjum bara rökræðuna vegna
að við fáum bara að halda fiskunum algjörlega óbreytnum og það verður bara engin breyting í honum. Viltu þá gangi í Evrópusambandið? Þá held ég að í 90% tilvika sér svarið bara áfram nei. Ég held það líka. Og þannig að þá er það eitthvað annað. Þessum eru röki sem að þið voru svolítið með að við verðum að fá að sjá að stæðsti hlutin af nei-fólkinu, það þarf ekki að sjá. Það er alltaf að segja nei, bara alveg burtséð frá samningi. Þú getur komið góðan samningi í fiski og landbúnaði don't care. Ég ætla að segja nei. En það, mér langar aðeins að prjóna við þetta og ég veit að Sigrún hefur örugglega margt þetta að segja sem ég er að fara að nefna núna. Að við sjáum að tekjulágir og fólk með minni menntun er líklega til þess að ætla að segja nei. Og það finnst mér geta bent til þess að það sé út af óöruggari stöðu, bara fjárhagslega, eða kannski veikari svona félagslegur og efnahagslegur stöðu sem að gerir það verkum að fólk er kannski aðeins hræddara við að gera þessa breytingu. Og þannig að sagt, ójöfnur eða staða, félagslega og efnahagslega staða getur auðvitað að spila inn í þennan óta kannski að við að missa starf eða missa störf eða missa tekjur og svo framvegis. Þannig ég held að það sé geti verið svona magatilfinning sem er í raun og félagslega efnahagslega staða sem veldur því að það bara já nei er ekki alveg til í þetta. Það er til dæmis þeir sem eru á lægstu laununum og í verkamannastörfum sem hafa orðið mest var við samkynni við erlend vinnuafl. Tannlæknar í Garðabænum bara veit ekki hvað það er. Og þetta er mjög eðlilegur ótti. Þetta er mjög eðlilegur ótti en þetta fylgir samt EES-samningnum. Þannig að við erum í rauninni, við búum við þennan ótta, íslensku vinnumarkaður, það mun ekkert breytast hvað þetta varðar. Það sé kalli í þessu er að stór hluta rökunum er eiginlega gegn EES. Já, en þetta, það að við séum með ójöfnuð, að fólk sem er í veikri félagslegur og efnahagslegur stöðu, eru þetta innanríkismál. Það er eitthvað sem er vandamál sem er þegar til staðar. Og Evrópusambandsaðild er ekki að fara að breyta mjög miklu. Evrópusambandsaðild er ekki að fara að breyta því, en það þarf að breyta því innanlands. Sigrún, því að spáða að þú myndir leggja út frá þessu. Já, ég hafði svona alltaf komið inn á kannski ákveðið svipaða hluti. Mér langar líka þess að fylgja eftir þessum punktu að við séum öll sammála. Auðvitað erum við það ekki og við vitum að íslensk umræðuhæft til dæmis er stundum þannig upplifað að við séum sífellt að rífast. En það er líka mikilvægt að í rauninni gera skil á milli hver orðræðin er og hvernig við tölum í fjölmiðlum þar sem að til dæmis á lest rosalega mikil og stór mál þá eru við öll á móti hvort öðru en þetta er kannski minni hluti þjóðarinnar og þessar kannanir sem við erum með er kannski að sýna þá að í svona þessum stóru grundvallamálum erum við mjög sammála. Þannig að ég held að sé mikilvægt einhvern veginn að draga þótt. Ég held líka og sem félagsvísinda kona þá auðvitað vil ég bara sjá gögnin. En við vitum það líka, ekki bara varðandi þetta, heldur varðandi alls konar hluti, þá er það nákvæmlega einhver svona tilfinning eitthvað sem að ræður því hvað á endanum við ætlum að gera. Og þar held ég að komi inn á alls konar hluti sem hafa verið ræddir hér nú þegar eins og náttúrulega hræðsla og ógn, en það er mjög áhugavert í þessu máli og þetta er kannski ekki eina málið sem það er, sem er nákvæmlega eins og er að benda á, en svona ef þú skoðar svolítið hópana, þá er það kannski annars vegar, ákveðin svona samstæðu milli auðvaldsins sem maður vil kalla það og þeirra sem hafa verið í íslensku samfélagi. Við sjáum líka það er mjög trömpist. Já, við sjáum og þetta er það sem við sjáum í Bandaríkjunum, við sjáum í Bretlandi, við sjáum líka kannski þá sem eru lengst til hægri og lengst til vinstri og þú veist, ég kannski hefði ekkert endilega verið að búast við því að sjá kannski einhver eins og Sólveig og Önnu eða þá sem eru mjög til vinstri á mynd með einhverjum eins og Ólafi Ragnari eða sjálfstæðisfólki. Þannig að þetta er einhvern veginn og við erum að nota og ég held að oft náttúrulega fólk og ég held að við séum að reyna að láta það svolítið taka ákvörðun út frá persónulegum hagsmunum. Og það er svo margt sem við getum einhvern veginn notað eins og komin á eldra fólk hér áðan. Nú allt í einu er ég farin að heyra frá eldra fólki að það missi lífeyrin sinn. Það hefur ekki komið neinstar og neinum algoritma hjá mér því að vonandi er ég enn og ung til að það sé eða þú missir fiskinn, þú missir vinnuna og við vitum alveg að þetta hefur viðgengist í bæjarfélögum til dæmis í mjög langan tíma þegar þú kýst ekki rétta flokkin sem að kannski sá sem á atvinnutækifærin í plássinu þá þess að gætur mist vinnuna, frystihúsi fer, fiskurinn fer, þannig þetta er gömul orðræða en ég held að líka að þetta kallist á við eitthvað mjög sterkt í okkar þjóðarsál, annars vegar nákvæmlega þetta sjálfstæð og við börðumst fyrir og við erum alltaf ungt lýðveldi, þannig þetta er allt öðruvísi kannski umræða en líka þessi orðræða sem er þóldi sterk á Íslandi, hvað við erum frábær
og að mörguleiti erum við frábær en stundum þá svona velti maður fyrir sér erum við virkilega best í öllu og ég til dæmis bjó í Bandaríkjunum á árunum fyrir hrun og einhvern veginn fyrir mig að koma heim og ætla virkilega trúa því að einhverju íslenskir bankamenn væri einhverju sérlegir snillingar og miklu betri heldur en nokkrir í nokkru öðru landi þetta náttúrulega var bara hálf hlægilegt fyrir manneski sem hafði bjó erlendis á þeim tíma Sko, það sem að kannski hreyfir fólk mest svona neikvæði hlutir, rótin og þannig stundum stjórnmálin hafa svolítið verið þannig þannig að kemur hlutur að koma í þínum rannsóknum að ég vitna nú oft stundum hérna í Adam Curtis sem að sagði að fyrir 1980 þá snýri stjórnmálin framtíðina sem við vildum byggja upp en eftir 1980 hefur snúist ótta og stjórnmálamenn hafa selt okkur það að geta varið okkur fyrir einhverjum ánskotunum innflytjendum eða rússum eða verðbólgu eða eitthvað þannig að eða missa lífeyrin eða missa fiskinn og þannig að sko það hríslast umræðan og fær fólk til þess að skipta skoðun. Á meðan að ég hef talað við já-fólk og nei-fólk hérna og líka hitta át á götu og eitthvað fleira, ég sé ekkert að þessar umræðu sko. Sem ef maður er að tala ESB við fólk, ég minnst bara allir vera upp á sitt besta eiginlega. Það nú samt sem áður Smári, þú lítur nú að hafa séð að það verið að ræða fólk. Já, það einhvern veginn hríslast einhvern veginn... Það ekki bara sko umræða í dag, tala um hana, hún auðvitað ekki svo sem að við ólumst upp við, svona upp á yfirborðinu og þú sást yfir miðlunar umhverfið, svona nokkuð neginn og gast fótað í því hvaða upplýsingar var í gangi. Núna dreifing upplýsingar bara allt öðruvísi og við sjáum ekki nema brot af því og bara svona í kringum okkar eigin bergmálshelli eins og það heitir þannig að þú sérð ekki sviðið lengur þannig að það svo margt í gangi sem við sjáum ekki. Ég sammála því. Ég heyrði til dæmis í gær seinast að það hafði farið mikil umræða í einhverjum ranni einhver staðar og það sem þér haldið fram fullum fetum að Ísland gangi í Evrópusambandi þá verðum við að ganga úr NATO. Það eins og að Frakkland og Spánn og Ítalía væru ekki í Var ekki formaður Sjálfstæðisflokksins líka lýsa því yfir á útvarpi sögu að það slökkt á hitaveitinu á sumrin? Voru það raunverulega ummæli? Já, ég sá eitthvað það birt í gæsalappa, ég nefnir ekki að hlusta á Ítalíu og útvarpi sögu. En hún var að segja að hún hafi búið í Þýskalandi þar sem var slökkt á kyndingunni og sumardaginn fyrsta. En við munum nú eftir þessum hræðsluáróðri bara fyrir stuttu síðan úr veiðigjaldamálinu og það voru sömu öll sem að í rauninni beittur sér mjög harkalega þar. En ég held líka punkturinn sem Eiríkur var að koma inn á með bergmálshellana og með hvað við erum að fá upplýsingar og hvað við erum farin að fá og ef ég bara man eftir þegar ég alast upp við horfðum öll á RÚV og það má auðvitað velta fyrir sér hvort það hafi verið gott eða slæmt en þú ert að horfa á fréttirnar og þú ert nokkuð við með sömu upplýsingar. Núna erum við ekki bara getum við leitað einungis að upplýsingum sem að samræmast okkar lífsskoðun, þeim einfaldlega bara komið til okkar og til dæmis ef við hugsaum unga fólki sem náttúrulega mjög mikið á TikTok og þú ert mikið af ungu fólki sem hreinlega bara trúir því að það sem það sér á TikTok séu fréttirnar og raunveruleikinn og þú veist alveg að ég held ég of gömul til að kunna almennilega á TikTok, ég hef rétt svo prófað það en ég var ekki lengi á TikTok til dæmis þetta var í kringum kosningarnar í Bandaríkjunum þegar allt sem ég fæ á mitt TikTok annars vegar demokratar að tala og hins vegar verið að gera grín af Trump. Þú getur ímyndað hvað einhver harður stuðningsmaður Trumps að fá þegar þeir eru á nákvæmlega saman miðlinum. Það allt annur heimur, allt annur heimsýn heldur það sem ég var að sjá. Og þess vegna gæti verið líka einhverjir kafbátar á ferð í þessari kosningabaráttu sem að munu bara skila einhverju allt annari niðurstöðu upp úr konununum heldur en við upp úr kosningunum heldur en við erum að sjá En það sem ég ætla að reyna að komast að mér finnst umræðan svolítið neikvæð í þessu skilningi. Það hefur verið að annars vegar það hryllingur sem geti hent okkur ef við farum í Evrópusambandið eða hryllingur sem geti hent okkur ef við staðum fyrir utan það. Og mér finnst allir vera eins og þeir sem eru ákafastir í bara að vinna fyrir þessar hreyfingar trúa því að það sé óttinn sem helst ræður í hvernig úrslitin fara. Og mér finnst það eitthvað svona hálfdapurlegt að við getum ekki sittið hérna og verið að tala saman ef við erum meira og minna sammála í mörgum málum. Við ættum náttúrulega að vera hérna á fullu að tala hvernig við getum byggt um stórkostlegt samfélag á Íslandi. Hvort sem að vera innan eða utan Evrópusambandsins. Ég trúi því Smári að við þurfum þessar upplýsingar og umræðan sé komin þangað
að við þurfum að fá þessar upplýsingar á borðið til þess að geta rætt frekar saman. Og við erum ekki að tala að ganga í Evrópusambandi, við erum að tala að klára þessar aðildarviðræður, þannig að það verði samningur sem hægt sé að leggja fyrir þjóðina. Og mér finnst að það vinni gegn þessum ótta ef við fáum þessar hluti upp á borðið. Ég held hún breytist voða lítið, sko. Já, sko. Býtum að spyrjum að því. Segjum að farið munið 3 atkvæðum, fleiri segja já. Það farið í viðræður við Evrópusambandið, berast fréttir að vera lokað þessu bakka og svona. Sjáu þið fyrir að þegar við gengi verið til atkvæða að það verið 70% segi já og 30% nei. Nei, ég held að verið bara þessi sömu 3 atkvæði sem við ráði. Ég held að við vitum það ekki. Það getur líka komið sko bara svona nýr veruleiki þá í viðræðunum og getur breytt stöðum. Eða bara eitthvað í sambandi við Trump. Það sem ég ætla að nefna kannski sko þessi spurningu hvort að við séum sammála eða ósammála, þegar þessi náttúrulega umræða það sem við erum ósammála skilur við, þetta já og nei, það bara einu valkostendur sem þú hefur. En við erum auðvitað sammála í grunninn. Ísland á innri markaði Evrópusambandsins. Við erum 3/4 hlutum í Evrópusambandinu og deilan snýst ekki það, hvort við eigum að fara út úr þessu. Þannig að Íslendingar eru sammála þáttöku í Evrópusamrunanum sem slíkum. Við deilum bara það hvort að við eigum að vera inn á þessu markaði í gegnum EES-samninginn eða með aðild að Evrópusambandinu. En umræðan, það mætti halda hún væri eitthvað allt annað. Hún væri eitthvað annað heldur en hennan 1/4 sem eftir En hann samastendur, sko, það sem að breytist bara 4 málefnasvið sem skipta einhver raunverulegu máli. Það sem sagt sjávarútvegur og landbúnaður, það sem eru áskoranir, það sem að semja bara rækilega í aðildarsamningu. Og svo eru 2 önnur málefnasvið sem skipta máli, eða geta skipt máli, það að segja peningamálin, ef við æskjum evru eftir að inn í bandalagið komið, sem mun taka líka tíma. Og svo það öryggis- og varnarmálin, sem nýja málið, og eina sem svona nýtt í þessari 30 ára löngu rifrildi okkar. Og það bara augljóst að Evrópusambandið að taka varnir álfunnar í miklu meira mæli til sín heldur en áður hefur verið og hraða sem ég held að við fæst áttum okkur nákvæmlega á. En umræðan alltaf eitthvað annað en þetta fætt. En varðandi öryggismálin, þá það sem að ræður kannski mest fólki sem að þú skilur ekki, sem vinstra fólki og alltaf segja nei. Að það vill bara ekki heyra undir öryggisstefnu Evrópusambandsins. Og vísa til Gaza og fleiri hernaðarvæðingar, álfunnar og fleira. Vilja bara ekki tilheyra. Nei. En vilja þeir þá frekar tilheyra Bandaríkjunum? Er það sem áttu við það? Ég held að vilja hvoru tilheyra. Já, ok. En við erum í þessari stöðu að við þurfum og okkar stjórnvöld hafa ekki beinlínis talað eins og maður hefði viljað að þau töluðu til dæmis Gaza og þarna Ísrael. Þannig að mér finnst þetta ekki valid. Mér finnst þetta ekki frágangssök, en ég skil alveg margar röksemdir gegn ESB. Ég skil það alveg og mér finnst alveg að þarna þær séu allar skoðuna virði. Það ekki það sem ég að segja. Þeirra sem eru í umræðinni núna eiga við EES-samninginn til jafns, ekki satt? Já, það sérstaklega þetta vinstra. Helmingurinn og rökunum með neginu eiginlega andstæða við EES-samninginn, þó svo að það sé ekki á dagskrá. Þannig að mér finnst það ekki vera, sko, ég held ekki að við yrðum betur stödd með því að fara út úr EES. Ég get ekki séð þá sviðsmynd bara fyrir mér í dag. Það svona Brexit. Já, þannig að mér finnst þetta bara einhvern veginn, mér finnst þetta ekki vera Svo umræða nú ekki upp á borðum. En við lifum svolítið tímum svona populískra stjórnmála sem að snúast það einmitt að selja ógn ykkur stærri ógn. Og líka það að sá sem ósammála mér undirförull og situr á svikráðum og bara landráðamaður. Þetta líka stemmingin og það heyrir alveg báðum megin að það verið að ætla andstæðingunum allt illt. Svolítið komið þetta væri sérhagsmunir sem kannski bara 0,1%, þannig að helmingur á þjóðinni, hann getur ekki verið heilaþveginn að Þorsteini Má, hann að taka ákvörðun okkur öðru. Það sem ég var að segja, þegar ég var að tala sérhagsmuni, það það að þeir sem að greiða fyrir þessa baráttu gegn ESB eru mikið til stórútgerðin sem að heldur úti heilum fjölmiðli og það ekki 0,1% þjóðarinnar. Sem að stórútgerðin? Þau hafa miklu meiri áhrif en það og við vitum það.
að þau geta þarna En samt ekki þannig að hún stýri helmingnum af þjóðinni, trúirðu því? Helmingur af þjóðinni hlýtur að vera að taka ákvörðun út okkur öðru. Ég minnist þess ekki, Smári, að hafa sagt það, að hún stýrði helmingnum af þjóðinni. En við erum að tala að það skeikar þarna nokkurum prósentum. Við erum að tala tvær næstum því hnífjafna fylkingar sem að berjast. Þannig að það skiptir í rauninni hvert atkvæði máli á lokametrunum. Og það sé verið að beita heilum fjölmiðli til þess að koma inn ótta hjá fólki við að sjá hvað í boðið. Mér finnst það alvarlegt mál. En má ég að því að það eru breytingar á stjórnmálaumræðu, kannski ég man nú alveg út í kaldastriði þar sem að bara allaballarnir voru sakaðir að vera handbendi Rússa þegar voru að berjast fyrir hærri launum fyrir hafnarkamenn En gæti maður ekki ímynda sem svoleiðis að þessi umræða hefði orðið eitthvað öðruvísi kannski bara 95 heldur en núna? Erum við ekki komin að þau minnst svo fljótt að detta í eitthvað svona trömpískt far öll umræða Nú veit ég ekki ef maður ætti að fara að bera saman við 95, eitt sem ég langar að nefna í sambandi við þessa svona populísku umræðu eða það sem að þú ert eiginlega að nefna hérna er svona það sem að kallar skautun, tilfinningarhlaðin skautun. Og það tengist líka því sem að ég ætla að prjóna við hjá Þóru í varðandi þegar það er svona stór fjölmiðill að beita sig svona í eina átt, þá getur það einmitt haft þveröfug áhrif á suma. Þannig að það getur mögulega jafnast út ef maður getur orðað þannig. En þessi umræða með skautun sem að tengist oft einmitt umræðinu populisma, að þá er mjög gagnlegt að gera greinamun á málefnaskautun sem er eðlileg, fólk er ósammála. Og svo svona tilfinningaskautun sem er eins og þú varst að segja, maður telur að andstæðingunum þeim gangi eitthvað illt til og þessi... Hver er það sem borgar þér fyrir að skrifa þetta? Alls konar svona heyrum með það. Já, en það getur líka verið, það er mikilvægt að fá að vita það bara, ef við erum bara ósammála málefnin, skilju, hver er baki. Mér, ég veit ekki hvort að umræðan hefði verið öðruvísi 95, þannig að nú sjáum við spurðum í Íslensku kosningaransókninni 24 tilfinningaskautun sem að hefur ekki verið spurt áður í íslensku samhengi. Og þá kemur sérst í ljós að það er í raun og veru mikill minnihluti þjóðarinnar og frambjóðenda sem að myndu svona falla undir að vera mjög svona tilfinningalega skautuð. Klárlega til staðar málefnaskautun. Þannig að mér finnst mjög gagnlegt að gera greinamun hann á milli að og við til dæmis, mér finnst ég ekki sjá mikið í opinberu umræðu svona tilfinningarhlaðnaskautun. Maður sér það á samfélagsmiðlum þegar við erum að kalla fólk landráðafólk eða þeir séu Ég veist Ólafur Ragnar komast mjög nálægt þessu. Það sem er að Þorgerður Katrín sé ykkur annarlegum leiðangri og mér finnst hann bara Trump Íslands. Mér finnst ég ekki sjá mikið þetta í opinberu umræðu. Mér finnst við hafa staðið okkur nokkuð vel þarna í opinberu umræðu að vera málefnaleg alveg burtséð frá því hvort að við séum sammála. Ég var nú að hlusta á Sigmund Davíð. En ég er ekki vissum bara að þetta hefði verið öðruvísi 95. Þannig að þá vorum við með þjóðasáluna. Ég meina hverju voru það sem hringdi inn í þjóðasáluna? Svo var náttúrulega deilanum með ES var Já, ég er alls ekki að segja. En hún var mjög tilfinningahlaðin. Ég er bara að segja að okkur hætti kannski svolítið til að íkja þessa tilfinningasköpum. Það er það sem ég er að segja. En ég held hún hafa alltaf verið til staðar. Við sjáum mjög mikið sama og þú skort svo 95 eða fyrir lengra aftur í sögunni. Og mér finnst til dæmis áhugavert núna að heyra hvað sumir sem eru dálítið ráðandi í umræðinu núna sögðu kannski á sínum tíma með ES og jafnvel NATO og slíkt. Þannig að ég held að þetta hafi alltaf verið til staðar og bara eins og í kalda stríðinu með þeir sem voru þá kannski meira á hlið Sovétríkjanna eða Bandaríkjanna og þær umræður sem voru þar þá voru mörg orð látin falla. Stóri munurinn held ég í dag sé það sem við erum búin að komast aðeins inn á sem að eru þetta bara breyting á fjölmiðla umhverfinu í rauninni líka hvernig eiginlega allir eru konum með rödd og oft bara til dæmis með algilda rödd og allir að tala og enginn að hlusta. Já, líka bara til dæmis þú veist hvað, ég meina, ég það kannski hætti að tala gögnurannsóknir endalaust, en bara til dæmis eins og þú sérði í fjölmiðlum að það nánast er lagt til sama rannsókn sem að eitthvað okkur hér gerir og svo sérðu bara við hliðina rannsókn sem er talað á alveg sama hátt sem einhver menntaskólanemi gerði. Og við eigum bara að trúa á því. Þannig ég held einhvern veginn að við þurfum svolítið að
já, einhvern veginn að hugsa Þetta er hluti að hennu populíska Já, að stjórnmálaumhverfi. leggja alltaf jöfnu. leggja alltaf jöfnu og bara í rauninni sko Það var einhver skoðan leigubílstjóri í Finnlandi sem Já. sagði með þetta og það er bara á móti öllu þínu rannsóknum. Já, og skoðun getur verið það sama og til dæmis rannsóknir en á endanum þá held ég að í þessu máli eins og svo mörgum þú veist, þá það er eitthvað ofsalega tilfinningaríkt þarna undir þannig að fólk getur séð endalaust af gögnum og auðvitað held ég að flest okkar viti alveg það mun hvorki verða allt fullkomið í heiminum fara til fjandans eftir hvort við förum í ESB eða ekki. Það mun mjög fátt breytast. Já, og það er náttúrulega líka það sem að maður saknar svo í Það mun umræðinni ekki breytast hjá eggjabændum. þegar við verðum að tala til dæmis eins og hvað það er alveg til svona ákveðni hlutar. Þessi 3 fyrirtæki sem er í eggjum og svínum og kjúkling, þau munu vel í vandræðum. Já, það fer eftir samningunum, sko. En varðandi, hvað veldur því hvernig fólk tekur ákvörðun? Fyrirfram hefðu maður velt fyrir sér, býtu, vaxta ákvörðun Seðlabankans mun hafa mikil áhrif á þetta. En ég held hún að ekki haft nein áhrif. Ég heyrði nú Sigmund Davíð verið að halda því fram á Bylgjunni eða hann var að ræða við, heyrðu þið það? Já. Hann var að ræða við fjármálaráðherra og hafði sín loka orð, hann vildi vita hvað samtalið milli Þorgerðar Katrínar og Seðlabankastjóra hefði snúist áður en það var tilkynnt Ég vaxtahækkun. hló eftir þessu Af því líka. að þið eru nú að tala að stjórnmálamenn hafi varast að vera á tilfinningar. Hvað er þetta? Flestir. Já, ég meina þarna er náttúrulega verið að spila inn á ótta og svona samsæri og undirferli. Já, og það er ekki til fyrirmyndar. Nei, en það því miður er þetta mjög algengt líka. En ég held að þessi vaxtaákvörðun hafi lítil áhrif haft í umræðinni. Ég held að fólk sé bara búið að Annars verður vegna þess að fólk er búið að ákveða sig. Ég held að kostningabaráttan sé búin. Já, ég held að líka. Þetta mun snúast mætinguna, þáttökuna í kosningunum. Það er ekki sömu hvatar hjá öllum að mæta. Maður áttar sig ekki nákvæmlega á því akkurat hvar þeir liggja. Neyjararnir eru ákveðnar í að mæta, þeir eru að berga fullveldinu. Það eru vísbendingar að neyhliðin sé ákafari og þá eru það vísbendingar að neyhliðin gæti mætt betur. Það er ýmislegt í niðurbróti kannar sem styður það líka eins og landsbyggð versus höfuborg, aldurssamsetning og annað en svo á hina hliðina þá er Er það ekki líka svo, Eiríkur, að hinnir áköfu neyjarar eru fleiri en hinnir áköfu jáarar? Jú, það verið allan senasta kannun Gallup sýnir það en síðan á móti kemur að sko háskólamenntaðir eru líklegri til að vera á jáhliðinni heldur en neyhliðinni og þeir mæta betur. En þannig að maður áttar sig ekki nákvæmlega á hvað þetta liggur. Þannig að jafnvel þó svo að kannan sýni að þetta sé bara á hnífsegg og að það séu þessi 3 atkvæði sem þú nefndir áðan sem að getur skilið á milli, að þá getur staðan orðið miklu ýktari sem kemur upp úr kossunum eftir því hverju mæta. Það mæta færri alla jafna í þjóðaratkvæðagreiðslu heldur en í hefðbundna kosningar sem við erum þjálfuð til að mæta í. Hins vegar má gera ráð fyrir töluvert góðri mætingu og í þessu tilviki. Þannig að ég myndi segja að óvissuþættirnir snúast mjög mikið þáttökuna frekar heldur en akkurat hvar fólk kann að standa. Já. En svo getur það líka ítt undir þáttökuna þegar það er svona hnífjamt. Nákvæmlega, svo er það á móti. Meiri svona, það verður verður tilfinningun hvati. atkvæðið skiptir máli. Já, ég spái því að fólk muni mæta í þessa atkvæðagreiðslu. Svo er líka ennþá pláss fyrir, þótt að við erum að segja allir sem ákveða sig, þá er ennþá pláss fyrir einhverju svona sveiflu. Og það er til dæmis eftir að koma verðbólgumæling, kannski segjum að verðbólgan stökku upp 5% eitthvað, þá getur það haft einhver áhrif. Ég meina þá hefði náttúrulega þessi vaxtahækkun átt að gera það sama sem að þú segir að hafi ekki haft neina áhrif. Nei, mér komur óvart hvað það var eiginlega vegna þess að það er reyndar vaxtahækkunin, hún getur verið hvað krónan er léleg, en hún getur líka verið að því að þjóðaratkvæðagreiðsla snýst oft traust á stjórnvöldum sem leggja fram spurninguna. Vaxtaákvörðinu dró niður traust á stjórnvöldum á sama hátt. Þannig að ég held að það hafi bara núllast út áhrifin. Því að það hefur bæði já og nei. Og svo hefur bara dálítið langt síðan við fengið könnun. Þannig að við erum að tala talandi gögn, þá erum við að tala út frá mjög gömlum gögnum í rauninni. Og mjög lélega kannanir. Ég er svo hissa og eitthvað taki ekki mjög stóra könnun og þetta skrítast þess að kannanir var að þeirra Rósa Björk formaður VG sagði alltaf að segja já vegna þess að kannanir hefðu sýnt að kjósendur VG vildu frekar segja já. Ég held að það hefði verið 27
sem sögðu í þessari könnun að ætla að kjósa VG. Þannig að hún var að draga Þeir eru náttúrulega ályktun með af... svo lítið fylgi. Já, hann var að draga ályktun af skoðanakönnun hjá 27. En af hverju hefur skoðanakönnunum fækkað svona mikið? Af hverju er... Einhverjir þarf að borga þetta. Já. Þannig að það Það er bara... hljóta, ég trúi ekki að þær komi núna í vikunni. Kannski eru óbirtar kannanir. Já, ég Hljóta meina, að koma ég vil- tvær allavega í vikunni, bæði Gallup og Maskína hljóta að vera í vikunni. Já, og ég vil líka fara að sjá kannanir, ég hef náttúrulega ekki farið honni í sauman á öllum þessum fáu könnunum sem hafa verið birtar, en ég vil gjarnan sjá kannanir þar sem er ekki bara netpanelar undir, sem sagt, heldur líka hringt í fólk. Sem er eiginlega eina leiðin til að gera könnun. Já, við vitum, veist, ég meina, ég mynda mér til dæmis að við vitum að þau sem taka þátt í könnunum eru líklega til að kjósa, þau eru líklega til þess að hafa sterkari afstöðu málefni. Þannig að mögulega er óákveðni hópurinn stærri heldur en ætla má. Vitum við aldursdreifinguna sem er í netpölunum? Er hún frábrugðin? Ég veit ekki svona nýjustu tölu, en það eru oftast of lítið á ungu fólki og elsta. Og vikta móti. Já, þá er þetta kannski að vikta út frá mjög fáum. Já, og svo vitum við ekki, það er ýmislegt sem bendir til þess að unga fólki sem tekur þátt í könnunum séu öðruvísi, kýsa öðruvísi heldur en unga fólki sem tekur ekki þátt í könnunum. Það er alls konar óvissu þættir. Þannig að það er engin smári, við vitum ekki þetta. Nei, fólkum segja náðu já og nei. En mér langar að vita hvort að Smári ætlar að segja já eða nei, hann hefur nikkað því. Ég veit ekki. Já, ég ætla bara aðeins að bæta hér aðeins við það, við vitum náttúrulega almennt í könnunum þá er það yngra fólk sem að tekur síðar þátt og síðan er líka menntunarskekkja. Og það er hægt að vigta fyrir svo búa til mjög góð gögn en annað sem við erum auðvitað líka að sjá. Það er svolítið stóra könnun. Já, við erum líka náttúrulega að sjá bara að svarhlutfall hefur dregið svo mikið saman. Já. Þannig að til dæmis eins og því ég byrja að leggja hér fyrir kannanir þá vorum við kannski að fá yfir 70% svarhlutfall. Í dag er það kannski bara ágætlega sátt ef þú kemst yfir 30%. Í svona könnunum. Bara í könnunum almennt, meiri segja heimsóknar könnunum. Þannig að kannanirnar er orðið svipað og innringitíminn hjá útvarpi Sögu og Bylgjunni. Þeir hafa nú rest af. Þetta var náttúrulega kannanafyrirtæki fengu mikla restskellingu hérna fyrir rúmum 10 árum. Bæði Brexit og Trump og fleira. Og svo hafa þeir nú rétt kúrsinn töluvert af. En það er ekki þar með að það haldist út af þessari þróun. Við erum náttúrulega orðin betri að gera. Við erum komið með tölfræði sem leyfir sterkari leiðréttingar og við getum borið þetta saman því að auðvitað þú getur fengið miklu betri niðurstöður og það er náttúrulega svona sem upphaflega gerðist í Bandaríkjunum þegar spáðu rangt fyrir kosningar og Gallup komur í rauninni fram á sjónarsviðið er að þú vilt miklu frekar fá 1500 einstaklinga sem að er safnað á réttan hátt út frá vísindalegum stöðlum heldur en kannski einhverja, ég veit ekki 10.000 og þeir kannski búa allir í Grafarvogi. Þá ertu ekki fá þversnuð af þjóðinni. Já. Herðu, við komum í einhverjum umræðum hérna út af þessu sem þú ætti að segja að neyjararnir væri kannski líklegri til þess að koma. Þú varst ekki að segja að það væri síðan margt sem bendir til þess að jáarnir væri það líka. Já, þetta er svona gagnstæða. Niðurstaða einhvers hérna að það þyrfti alltaf að vera, ef að já ætti að vinna þá þyrfti þeir að fá svona 55% í síðustu konum. Já, geti verið sko. En það hefur ekki verið mjög afgerandi pólitísk forusta fyrir jáinu, svona eins og kannski maður hefði kannski geta vænst. Það er svona, en það eru núna, loka spretturinn er eftir, þannig að þetta er ekki búið. Má ég spyrja því þú nefnir þetta, að því Ólafur Ragnar er búin að svo afgerandi forustumæður í neginu. Er ekki Guðni TH eiginlega, hann bara gerir þetta með allt öðrum hætti? Já, þeir eru bara svo ólíkar persónur. Ég veit að hann mætir, er hann ekki að mæta til þess að tala fyrir jáinu? Jú, þetta talar hann á þeirri hlið, þú heyrir það alveg þó svo að hann bara vil ekki gefa þau upp á bara mjög eðlilegurum ástæðum. En já, það eru þetta dálítið sérstætt. Mér finnst hann að hann mæti vegna þess að Ólafur Ragnar hefði mætt. Það kann alveg. Ef Ólafur Ragnar hefði ekki verið svona fyrirverðarmikill, þá væri kannski Guðni ekkert í þessu þáttum. Ég veit það ekki sko, en það er bara mjög eðlilegt að hann taki þátt í þessu sérstaklega þegar staðan er svona sko. Á milli þeirra tveggja er mjög skemmtileg svona deila raunverulega megin þráði í íslenskri sögu. Það sem Ólafur Ragnar er með gömlu sjálfstæðisbaráttu þráðinn frá Jónasar frá Hriflu á meðan að Guðni er með að við höfum vaxið mest í sko samstarfi við aðra. Og þetta er kannski þetta hluti af því sem ræður þessari svona djúpu ákvörðun. Það var þetta sem ég var að tala áðan, að íslensku þjóðinni sinni getur verið beggja vegna og það fyrir bara eftir á hvaða áherslu hann er að leggja í þessari þjóðinnis hugmynd allri.
og þetta með sko fullveldið og nýtingu þess og hvað merkir að vera fullvalda þjóð. Til dæmis bara skýrasta merking þess að vera fullvalda þjóð að það eru bara fullvalda þjóðir sem hafa rétt til þáttöku á alþjóðavettvangi. Fullvalda þjóð getur verið aðilega Sameinuðu þjóðunum, NATO, gert viðskipta samninga og getur... Þú gefur ekki mikið fyrir fullveldi í Norður Kóreu sem að ég ekki gera. Sko, það er þessi hugmyndir notkun fullveldisins að sitja að vera það sem ákveðnum teknar. Ísland sem fullvalda ríki hefur rétt til þess að sitja við borðið í Brussel, sækja aðild að Evrópusambandinu. Það eru stór ríki í Evrópu sem ekki fullvalda og hafa ekki hennar rétt. Miklu stærri og öflur ríki heldur en Ísland. Bæjaraland getur ekkert sett sína fulltrúa þar sem ákvarðanir eru teknar í Brussel og það getur Katalónia ekki heldur gert eða Baskaland eða Vallónia í Bretlandi í Belgíu en Íslandi fullvalda þannig að við höfum hennar rétt til að nota fullveldið og þá spurningin ef þú ert íslensku þjóðernissinni hvort það barátta íslensk þjóðernissinna að standa fyrir utan, taka ekki þátt í þessu yfirþjóðlega bandalagi sem þetta vegna þess að það sé erlent yfirvald sem við ætlum ekki að selja okkur undir eða að nota fullveldisréttin láta ekki stólinn vera auðan heldur setjast við borðið og nýta þessa rödd og þetta það sem gerir þetta mál svo áhugavert að íslensku þjóðernissinni getur svarað spurningunni bæði með jái og með neyi út frá sömurunni grunnforsendu. Já, fullveldis og öryggismálum og alls konar. Þóra Kristín, ef það kemur nei upp úr kossunum, hefur það áhrif á ríkisstjórnina? Já, ég hugsa að það myndi veikja hana svolítið. Það myndi gera það því að þær hafa nú staðið í náttúrulega fylkingabrjósti fyrir þetta mál og þetta hefur verið svolítið mikið hittamál. Þótt að Kristrún hafi í rauninni sagt annað þegar hún ætlaði alls ekki þessa vegferð en þá hefur náttúrulega ýmislegt breyst í alþjóðamálum og svona sem hefur gert það verkum að nú erum við hér og ríkisstjórnin leggur, ég held ekki að þetta sé beinlínis einhver afsagnarsök eða eitthvað svoleiðis að ríkisstjórnin þurfa að fara frá eða verði, en ég hugsa að þetta hafi áhrif á traust til ríkisstjórnarinnar ef hún tapar þessu máli. Ég held að það mikið undir svona, hvað heldur þú Eiríkur með það? Já, það bara veikir hana, ríkisstjórnin leggur þetta mál til þess að fá það samþykkt, til þess að geta hafið þessar viðræður og það mun að sjálfsögðu veikja hana, svo spurning sko... En ég held ekki að þau þyrftu skilur að fara frá eða neitt svoleiðis. Þau þurfu ekki að fara frá. Hefði vinstristjórnin ekki að fara frá eftir að... Þau fara bara ekki frá nema þau missi sko meirihluta á Alþingi og það undir þeirra einn þingmannum komið. Hefði vinstristjórnin eftir hrun ekki átt að segja af sér bara eftir ISIF? Það var tapað þar. Hún var alveg lifandi dauð og það var eiginlega... Hún var náttúrulega dauð þarna undir lokin, sko. Það gekk eiginlega frá öllum flokkunum sem voru þar. Það var eiginlega hryllilega röng ákvörðun. Samfylkingin fór niður í hvað var 5,7%. Hvað segir þú Eva? Hefur þetta áhrif á ríkisstjórnina ef það kemur nei? Ég tek undir bara með Þóru og Eiríki. Ég held að þetta nei mun veikjana en hún mun alveg standa það af sér. Og mér finnst forsvarsmenn ríkisstjórnarna hafa verið nokkuð skýr með það að þau munu verið að niðurstöðuna sama hver hún og það segir mig bara og það náttúrulega sýnir bara hvað í raun og veru sko viðbrögð stjórnmálafólks við niðurstöðunni skipta rosalega miklu máli hver eftirleikurinn verður og svo að því þú spurðir Eirík og ég ætla að fá svara spurningunni líka eða henda fram með hvað mun ráða afstöðu fólks ég tel að það bara í raun og veru hverju fólk trúir. Það verður svolítið þannig. Ég meina það umræðan mjög mikið hvað verður ef við segjum já, hvað gerist með vextina, hvað gerist með húsnæðismarkaðinn, hvað gerist með öryggismálin og það allt rosalega mikið ef, við bara vitum það ekki, við vitum ekki afleiðingarnar, vitum, þannig að ég held að þetta muni bara snúast hverju við trúum. Já. Stundum það svona í lokasprettinum að þá mikið tala þetta í Ameríku eða Bandaríkjunum
að það svona að rútan að mér verið að líða vel í að fara með henni svona, það oft talað að með einhverjum ég vildi drekka bjór hérna. Og svona ákafinn í umræðinu hefur búin að vera þannig að þetta eiginlega hvoru rútan mjög spennandi að lappa inn í rútu full okkur gargandi fólki. Þannig að ég myndi halda að báðar hreyfingarna myndu til dæmis svona senda Hannes Holmstein bara úr landi og þess að ákvöfist og Sigmund Davíð og svona. Ég held að Sigmundur Davíð mun skaða hreyfinguna því meira sem hann talar í þessari viku. Ég held að núna sé tími svona þannig að ég veit ekki hvað ég á að kjósa en mér verður alltaf að líða vel að geta farið upp innan strætó sko. Já, vera örugg. Ég getur ekki verið þar sem allir eru fróðufellandi. Já. Ég hafði hugsað mér þarna lengi vel að leiða þessa atkvæðagreiðslu bara hjá mér en þarna það er ekkit hægt þarna þegar að neiliðin lætur eins og hún lætur. Þú ert með auðvaldsstreitur öskun. Nei, já, raunverulega. Nei, fólk það á rétt á því að fá þessar upplýsingar. Við eigum rétt á því að vita. Við eigum rétt á því að skoða málum frá öllum hliðum. En við hefum líka rétt á því að spurja þjóðuna hvort þau vilji það og ef að meirihluti þjóðurinn segir nei, þá verðum við það. Þá verðum við það. Og ég vil sko bara árétta það líka að það er mikilvægt fyrir lýðræði að við fáum að vita hverjir eru að fjármagna hreyfingarnar og hversu mikið penning. Ég held að við nefndum það. Það er bara gríðarlega mikilvægt. Það verður bara að setja lög í tengslu við svona að það komi fram hver fjármagnar auglýsingar. Og af hverju. Já. Ég held að það sé að bara komi í ljós í þessari kostningabaráttu. Við munum ekki fá þær upplýsingar. Nei, en við getum svona, ég hef heyrt fólk vera að giska á, ég meina Heimssýn og Evrópusamtökin, ég er ekki viss ég farið með rétt með nafnið, hafa bæði samtökin hafa sagt hvað Evrópuhreyfingin, úr hvað fjármunum þau hafa úr móða, og já til að sjá, ég heyrði hún sagði 75 milljónir en við höfum ekki fengið neitt ennþá frá Áfram Ísland. En þetta er mikill veikleiki á framkvæmd kostninganna að þessar upplýsingar, það sé ekki skýrari reglur og skýrari reglur upplýsingar. Við hefum bara haft svo fáar þjóðaratkvæðagreiðslur að þær eru það eru bara ekki döflut regluveld. Ég held að menn ætti að taka reynsluna þessari og breyta lögum. Mér skilst að það sér í undirbúningi. Ég var svolítið hissa því ég horfi aldrei á línuna datt einhvern veginn inn í auglýsingatíma á RÚV hvað er rosalega mikið af þessum auglýsingum. Hvað er mikil peningur sem að flæðir hann í gegn. Það er mjög óvart. Herðu, þetta var nú spjall okkar síðasta svona vettvangur dagsins fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu. Svo verðum við hérna aftur á sunnudaginn. Þá verðum við að fara yfir niðurstöðu kosninganna. En ég ætla að þakka þér fyrir Eiríkur og Þóra og Sigrún og Eva. Og við höfum örstutt hlé, svo kemur Sigurjón Magnús bróðir minn og ætlar að tala við 2 þingmenn. Ég býst með að þeir tali bara mest hvor við annan. Guðlaugur Þór Þórðarson og Pavel Bartósek.